Við ætlum að ljúka dagskránni með pallborðsumræðu og þá ætlum við að fá þá aðila sem hafa verið hérna með erindi eftir hádegi. Við ætlum að fá þá til að koma hérna upp að borðunum og við bætast líka í hópinn Sigurður Þórarinsson frá Landspítala og Alexander Jóhannesson sem formaður samtaka sprotafyrirtækja og ég ætla að eiga við þau samtal. Ég minni hérna á spurningarnar og við opnum líka fyrir spurningar úr sal á eftir. Kæra takkir fyrir það. Sko, ef ég mætti kannski, þetta ekki, hvað segir þið? Já, akkurat. Við erum að passa upp á liðsuppstillinguna. En mér langar kannski að byrja þau eitthvað sem eru ný hérna, eins og til dæmis Alexander, þú ert formaður samtaka sprotafyrirtækja og hefur fylgst með þessum umræðum hérna í dag. Mér langaði bara að fá þín viðbrögð við því sem hérna hefur verið rætt. Hvað finnst þér það sem hefur verið að koma hérna fram og hvernig líst þér á þau tíðindi sem hérna voru kynnt? Já, Alexander ég formaður samtaka sprotafyrirtækja hjá Samtökum iðnaðarins ásamt því að vera stofnandi Air Medical, sprotafyrirtækis í heilbrigðistækni. Mér finnst bara búið að vera mjög jákvæðar umræður hérna í dag en vill samt nýta tækifærið og hrósa íslensku heilbrigðiskerfi, heilbrigðisstarfsfólki, stjórnendum, Landspítalans, Sjúkrahúsinu á Akureyri og fleiri, samt fyrir það sem hefur áunnist. Við megum ekki gleyma því. Við skulum vera stolt af því líka. Það hefur gríðarlega margt unnist og boðleiðir eru gríðarlega hraðar innan okkar kerfis og eigum að nýta það áfram. Þannig að bara pepp, klöppum fyrir okkur. Og sama spurning til þín, Siggi, hvernig meturðu það sem hefur verið að ræða hérna í dag? Já, þetta hefur verið mjög skemmtilegt og jákvætt. Ég kom inn í að gera fyrir 4 ára síðan og það hefur verið góður stígandi þessi ár og mér líður svona núna eins og þetta sé svolítið vor í stafrænni heilbrigðisþjónustu. Ég er mjög spenntur fyrir þessari stafrænu miðstöð. Það hefur verið mikil þörf á akkúrat þessu. Við erum ekki að nýta resource okkar eins vel og við getum eins og kerfið í dag, þannig að það er mjög spennandi og ekki verra að fá smá peninga inn í það líka. En einhver ykkar, ég veit kannski, ég vil ekki setja neitt í óþægilega aðstöðu, en ég meina kannski með dettur í hug þú Svava, getur lýst hvernig stafræn heilsa, hvernig gæti svona miðstöð litið út og hvaða verkefnum getur hún mætt og leyst? Þetta er góð spurning. Ég held að ráðherra fór býsna vel yfir hvernig sýnin fyrir þessa miðstöð er. En kannski eitt áþreifanlegt dæmi sem hægt er að nefna fyrir þennan hóp er að Landspítalinn er mjög gott og þróað ferli fyrir nýsköpuna fyrirtæki til að koma inn í samstarf. Og það hefur einmitt verið leitt af Sigga og stutt af mörgum öðrum. Þetta er eitthvað sem myndi ég halda frekar auðvelt að yfirfara á landsvísu og svona miðlæg eining gæti veitt þannig stuðning. Bara myndi ég halda leið og tekur við starfa. Ingi Steinar, hvernig, ef við ræðum aðeins meira þessa miðstöð, hvernig væri hægt að sjá svona í praxís? Hvernig getur þú séð þetta fyrir þér? Sko, ég held að það kannski gott að ráðuneytið kannski segi aðeins meira svona opinberlega áður en ég fyrir að tjá mig eitthvað rosalega mikið en ég held að það séu rosalega mikil tækifæri. Það fólk núna að vinna á mörgum stöðum að svipuðum hlutum og það eru svona minni aðilar eins og heilbrigðisstofnanir út á landi sem hafa mjög takmarkaða resursa til þess að svona gera hluti sjálfar og það verið að gera kannski á þess að ég vil ég kannski tala niður til en það verið að gera hlutina samt svona handabaka vinnu það er bara litli resursar það verið að reyna að bjarga sig með það sem maður hefur svona nakta konan að redda sér og ég held að með því að sameina þessa resursa á eitt stað sé alveg rosalega mikil samlegðar áhrif sem myndast við það þannig að og nýta þá þróun sem hefur verið unnin fyrir einstaka aðila eða fyrir svona hluta af kerfinu og nýta það fyrir alla. Þannig að ég sé þetta í rauninni bara þannig að þarna verði bara mjög öflug eining sem að geti unnið með gögn fyrir allt heilbrigðiskerfið
og það verði þarna góð þjónusta, mjög góður stuðningur við nýsköpun og ég held að það sé alveg nauðsynlegt að þarna verði í rauninni svona one-stop shopping fyrir nýsköpunum fyrirtæki og ég held að það muni ekki gerast nema að það verði bara mjög gott samstarf við kollega mína sem eru hérna með mér í þessari línu og mér langar kannski að nefna sem dæmi svona að því að Sveinbjörn talaði um þessi krísustundum sko og þegar að hingað fór að flæða mikil fjöldi af úkraínskum flóttamönnum þá tókum menn sig saman og stofnuðu miðlæga miðstöð til að taka á móti þeim. Hún var sett upp hérna í Domus Medica sem þá stóð að hluta til tómt og þar mættu landamæraeftirlitið, útlendingastofnun, heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins og fleiri aðilar og þegar þetta fólk var að koma til landsins þá fékk það að sáu QR-kóða út á flugvelli, það skannaði hann, skráði sig inn og þetta gekk bara, fólk labbaði bara út 4 tímum seinna komið bara með landvistarleyfi á Íslandi og það búið að verifæja alla hluti. Ég held að það þurfi alltaf svona svipa konsept fyrir þennan stuðning við þessi nýsköpuna fyrirtæki í heilbrigðiskerfinu. Alexander, þú vilt kannski bæta þetta, hvernig hljómar þetta fyrir þig og þitt fólk að þú telur? Sko, jú, þetta hljómar mjög vel og geta þá verið með svona kannski einn tengipunkt til þess að komast inn í svona þetta margþátta og svona kannski flókna kerfi og ég held að þetta gefa okkur líka tækifæri á því að sem hefur kannski oft fylgt okkur hérna á Íslandi að við erum kannski að þróa lausnir fyrir okkur en við erum að hafa það í huga að Ísland er bara ein gata í San Francisco. Og ef ég myndi að fara til fjárfesta og segja, ég er með hérna hugmynd sem að ég ætla að selja hérna öllum hérna í þessari götu í San Francisco, það myndi engin fjárfesta í því. En allar þessar tengingar og allt þetta sem er að gera svona, gera það verkum að við getum byrjað að skala hraðar kannski út þessi sprotafyrirtæki sem er í þessari stafrænu þróun. Og ekki endilega þá að ætla að eignast allan íslenska markaðinn, heldur ná einhverju hlutdeild kannski á íslenska markaðnum, fá tekjur en geta þá hlaupið hratt út. Við þurfum þessi fyrirtæki, sprotafyrirtæki sem er að skalast. Við erum búin að sjá fullt af fræjum en við þurfum að sjá þau vaxa. Glæsilegt. Sko, við vorum hérna og erum með þennan QR-kóða. Ef það er einhver sem er spurningar og vilja bera þær fram þá má bara rétt upp hönd. Ég er með nokkrar hérna sem ég ætla kannski að bera upp meðan fólk er að gera upp við sig hvort það vilji taka af skarið. Einhver? Nei, ekki ennþá. Hér kom ein spurning í gegnum QR-kóðan og ég veit að, sko, ég veit ekki alveg hvort að við eigum gott svar við þessu en þetta var það sem kom fram og ég veit að það voru fleiri neitt sem spurði þessu og það eru sögukerfið. Hvernig staðan á því og erum við að fara að henda því í ruslið? Hver vill taka þennan bolta? Allir er ekki best að ég svari þessu sem upphafsmaður sögukerfisins. Þannig að, sko, ég held að sé alveg á hreinu að við þurfum að fara í mikla innviða uppbyggingu á því sviði og við erum svona búin að reyna, þetta var skoðað síðast 2012 hvort það væri hægt að kaupa nýtt kerfi og það var aðeins svo stutt frá hruni og ekki alveg til 12 milljarðar eins og það átti að kosta á þeim tímapunkti til þess að fjárfesta í nýju kerfi og ég held að við höfum að vissuleyti verið dálítið heppin að það var ekki til peningur. Ef þetta hefði verið 2007 þá hefðum við kannski farið bara og keypt Epic eftir hádegi og þriðjudegi sko, að það var til svo mikið af peningum. En ég held að við sjáum það í rauninni frá hinum Norðurlöndunum og ég held að það sé ekki leiðin sem við viljum fara. Og það væri svo mikið kjaftshögg í rauninni fyrir alla sem eru hérna inni og eru að reyna að þróa nýja lausnir ef það eru keypt bara eitt kerfi frá einhverju stórfyrirtæki og það þýðir það náttúrulega að það er ennþá erfiðara að fá að tengjast Epic heldur en sögu sko. Þannig að það þarf bara að virkilega skoða þetta og það hafa verið vinnustofur á okkar vegum varðandi svona valkostagreiningu og ýmsar hluti sem þarf í rauninni bara að vera eitt af fyrstu verkefnum þessara nýju miðstöðvar að taka áfram og vinna rauninni með í því. En það er alveg á hreinu að það sögukerfið keyrir ekkert næstu 30 árin í viðbót sko. Ég held að það sé, vitum það all sko. Og ef ég bara kannski bæta við, þess vegna er svo mikilvægt að eiga bara gott samtal og sem flesti komin í þessa umræðu með OpenEHR. Ef OpenEHR er gagnastað sem hentar, þá erum við að fara að fjárfesta í nýjum gagnavettfangi sem við byggjum ofan á. Og það þýðir ekki að við erum að útiloka kerfi sem hægt er að kaupa þarna ofan á, svo lengi sem þau nýta staðlana. Það er einfaldara að tengja önnur kerfi inn
og framtíðssögu og ekki, ég gerir ráð fyrir, ég sagði einhverja frá Helix hérna áður, ég gerir ráð fyrir að þau munu líka aðlagast nýjum stöðlum ef þeir henta og þetta mun hjálpa þeim líka til þess að þróa sig áfram og tengja svo öðrum kerfum. Þannig að bara endilega, ég er að pitcha henni aftur, OpenEHR og vinir, endilega komið inn í samtalið. Hér komin ein spurning úr sal og ég ætla að biðja þig að kynna þig áður og bera frá spurninguna. Já, komið sæl, Einar Stefánsson heiti ég. Ég er nú sennilega búin að vera lengur í þessum bransa heldur en nokkur í salnum og reynt að koma inn nýsköpun í heilbrigðiskerfið áratugaskeið. Og í mínum huga er eitt vandamál sem stendur upp úr öllum öðrum og það er heilbrigðiskerfið sem markaður. Við stöndum okkur skrambi vel í stuðningi við rannsóknir og nýsköpun. Rannís er mjög góð stofnun, háskólarnir leggja alveg prýðilegan grunn. Heilbrigðiskerfið er ómögulegt sem markaður. Það kaupir eiginlega enga nýsköpun og hefur eiginlega aldrei gert. Þetta pínulítið þess að alls ekki nóg og þetta er stærsti einstaki þröskuldurinn fyrir þeirri framþróun sem við erum að leita eftir og ég er ekki viss að ég hafi heyrt svar við þessum vanda eða þennan vanda leystan í dag. Ég held að heilbrigðiskerfið að skilgreina þörf fyrir nýsköpun dugar mér ekki og ég má enda með smásögu sem að lýsir þessu hugarástandi og þetta er gömul saga frá upphafsdögum sjónvarpsins. Andrés heitinn Björnsson, útvarpsstjóri, sá merki og mæti embættismaður, var með Ómar Ragnarsson, svona ungan íþróttafréttamann, inn á skrifstofu hjá sér. Það var landsleikur í held við Austur-Þýskaland. Það var landsleikur að koma og Ómar sagði það verður að sýna þetta beint. Sjónvarpsstjóri var náttúrulega með engin tæki og fá og lítinn mannskap og erfitt fyrir Andrés að svara. Hann sagði, Ómar minn, af hverju ertu alltaf með þetta vesen? Það lendir dálítið í þessu þegar nýsköpunin er í boði. Sveinbjörn, vilt þú taka þennan bolta? Já, ég vil það. Takk fyrir spurninguna. Punktalínan mín hérna áðan, ef einhver mann eftir henni, það er að segja pre-commercial, commercial. Þetta er andlegur þröskuldur, eins og við nefndir þessi stóri þröskuldur sem enginn hefur hingað til þorað að taka fyrir og bara þurrka út. Ég vissulega var ekki búinn að svara þessari spurningu í erindunum mínu, en ég heyri á erindunum frá heilbrigðisráðherra og menningar, nýsköpunar og háskólaráðherra, aftur fyrir það eru komnir brauðmólar frá fjármagninu. Það er að segja að það eru 300 milljónir, möguleiki á meiru. Það sem okkur vantar, það eru stofnanirnar hér inni í dag að segja hvað er efst í forgangi með lægstum samnefnara við það sem er að gerast annar staðar, þannig að við getum látið rannsóknir og þróun hér sem eru fjármagnaðar með fjárfestingu en ekki niðurgreiðslu sem aðdragandi innkaupaliðarinnar. Ég vil að við förum að tala innkaup í miklu meira mæli heldur en stuðning. Stuðningur er frábær og mikilvægur og KLAK sem starfar hér í þessu húsi, þau eru að mínu mati púslið sem vantar inn í myndina. Þau eru hlutlausi aðilinn sem er að einhverju leyti opinber og einhverju leyti einkaaðili. KLAK Health er nýr hraðall sem að ég tel vera þann innvið sem hefur burði til þess að taka okkur yfir þessa punktalínu. Þannig að ég held að það sé kannski stuttasvarið, en það sem við sem stofnanirnar þurfum að gera, það er að koma okkur saman hverjir þessi brauðmólar eru, hvað eru stofnanirnar að glíma við sem priority númer 1 og höldum því einföldu til að byrja með. Landspítalinn og Siggi eru byrjuð að hugsa í hvað er absolutt minnsta útgáfan sem við getum byrjað við og byggjum og reyndum á skölum, en rannsóknir og þróun, þetta eru bara innkaup, ekkert annað, og við byggjum á fjárfestingunni og við uppskerum eftir því. Glæsilegt, Helga.
Já, takk. Ef ég bara rétt fá að skjóta persónuverndinni inn í þetta, sko, aðeins að ég hafa nokkra hugmynd hvað hefur valdið þessu, en þú ert að tala af hverju hefur heilbrigðisstarfsfólk ekki stokkið á einhverja nýjungar. Ég meina, kannski það ekki fólki sem bestu þekkinguna í þessu umhverfi og hefur bara haft nóg að gera okkur meinasta degi. Þannig að hvað sem því líður, að þá eru bara komin á ákveðin stað í dag. Og það líka hægt að líta þá að heilbrigðisstarfsmenn sem grandvara, opinbera starfsmenn sem bara að passa sig og passa þau viðkomu gögn sem þau hafa í vinnunni. Þannig ég get náttúrulega bara að lofa það einhverju leyti, en nú vitum við bara það, eins og búið að koma fram, að ég meina fjármagni dugar ekki hérlendis til þess að stækka endalaust spítalana, við erum ekki með heilbrigðisstarfsfólk til þess að sinna þessu fólki, þannig að það þarf nýjar lausnir og þá bara að gera það rétt. Ef ég má koma smá dæmasögu frá okkur, að eins og ég sagði einmitt, sko, við höfum verið að reyna einmitt að koma okkar þekkingu á framfæri. Ég hef talað við þáverandi rektor Háskóla Íslands það hvernig getum við náð til stúdenta og náð til fólks og við höfum verið að reyna að tala við lækna nema einu svona ári og nema í félagsfræði og svona. Þannig þegar við erum með kannski undirmannaða stofnun sem er að reyna að sinna fullt öðrum verkefnum, þá finnst mér alveg frábært að heyra það sem verið að hugsa einhverja miðstöð. Þannig að til dæmis ef fólk í miðstöðinni átt að sá því að þá þarf persónuverndarþekkingu inn í þetta mál og hitt, nú þá bara finnum við lausnum það sé starfsmaður á vakt sem sinnar þessu og leysum málin. Siggi, má ég aðeins fara til þín með þetta? Spítalinn var á tíðum gagnrýndur fyrir að vera ekki nægilega duglegur að kaupa nýja lausnir. Hvernig horfir þessi gagnrýni við þér? Já, það er rétt og sko, við erum núna síðastliðin 2-3 ár erum við búin að eftir að setja upp þessa verkferla fyrir móttöku nýsköpunarlausnin á spítalann. Þá erum við búin að keyra einhver 50-60 verkefni í gegnum þennan feril og af þeim hafa, ég maður ekki einhver svona 8 endað í samningum nú þegar og á næstu mánuðum eftir þessi verkefni eru skilgreind sem svona pælótar, 1-2 ára pælótar og næstu mánuðum munu fleiri koma á tíma og enda í þá innkaupaferli. Þannig að ég held að við höfum eftir að sjá þennan fjölda vaxa fljótlega. Þessi fjöldi verkefna á ekki lengri tíma segir líka sína sögu. Á síðastliðnum 18 mánuðum erum við innleiða kringum 20 gervigreindalausnir á spítalanum sem að marga hverja eiga skírskotun út í allt heilbrigðiskerfi. Varðandi síðan upptöku þessara lausna í upphafi þessa árs þá settum við á stað nýsköpunarnám fyrir klíníska starfsmenn. Einn af megin þröskuldunum sem við verðum vör við þau okkar sem eru að reyna að innleiða þessar lausnir er svona nýsköpunarvitund eða móttakan hjá klínísku starfsmönnum. Það talaði þetta í morgun sem að vantaði þennan túlk milli tæknilausnan og klínísku starfsemi. Þetta nám sett upp til að hjálpa til við þetta og við finnum strax breytingu á þessum árum sem við verðum að brasa í þessu. Þá finnum við að fólk orðið móttækilegra fyrir að taka við þessum lausnum. Svona viðburði líka hjálpa mikið til við það. Það eru margir klínískir starfsmenn hérna. Þetta hjálpar allt til og leggst ára með það og það verður auðveldur að innleiða svona lausnir einar og vonandi síðan þá kaupa þér. Við erum með eina hérna uppi. Ég ætla að biðja að kynna þig áður ber frá spurningu. Magnús Ingi Óskarsson heiti ég hjá KLAK, styð við Sprota. Við höfum verið að vinna með Sigga og þeim í að hjálpa þeim að skilgreina þetta nýsköpunarnám og þar eru 2 orð sem eru hátt lofti, það nýsköpunarvitund og nýsköpunarfærni og þetta hefur aukist en ég held að það þurfa að fara aðeins lengra. Hvað eru margir klínískir starfsmenn með nýsköpun í starflýsingunni sinni? Ég held að peningarnir dugi ekki að ýta þeim sprotamegin og svo bara bíða eftir því eitthvað gerist hinum megin. Ég held að það þurfi það gera breytingu á kerfinu í heild sinni að það sé sett nýsköpunar hlutverk inn í mjög margar starfslýsingar í heilbrigðiskerfinu í heilu lagi til þess að fólk hafi tíma, þá setur peningur, til að fólk hafi tíma til þess að vinna í þessum breytingum, vinna í þessum ferlum sem að Siggi að tala um. Einhver sem vill bregðast við þessu? Nei, ekki beint.
En afsakað. Mér langaði aðeins að nefna, við tölum mikið stafrænar lausnir og allt það, en ég náttúrulega kemur úr þessum svona iðnaði þar sem við erum í svona þessum áþreifanlegum lausnum. Og hvað á ég við því? Jú, við erum að tala við getum verið með tæki, við getum verið með sáraróð, við getum verið með tæki sem skannar augun eða hvað sem er. Og við megum ekki gleyma þessum fyrirtækjum. Þetta eru stór fyrirtæki hérna á Íslandi. Og við þurfum að halda þessum fyrirtækjum úr sprotum sérstaklega á lofti líka. Auðvitað koma oft inn í kerfin hjá Landspítalanum eða fleira, en við þurfum líka og megum ekki gleyma að við þurfum fleiri svona fyrirtæki. Þau skapa svo gríðarlega verðmæt störf, háframleiðni störf, skort sem að sé sérhæft fólk í samsetningum, framleiðsluverkfræðingar, gæðaverkfræðingar, alls konar fólk sem er ekki bara sérstaklega í rannsókn og þróun. Og ég heldur bara, nefna þetta, við skulum halda þessu líka, ekki gleyma þessum sprotum og fyrirtækjum. Sigga. Já, ég ætlaði bara að byggja einmitt ofan að það sem Alexander sagði og þakka Magnúsi fyrir spurninguna vegna þess að einmitt fyrir hönd bæði nýsköpunar og háskólaráðuneytis að þá einmitt þetta með færni til framtíðar svo mikið stórt mál að við þurfum að endurhugsa það hvernig við menntum okkar fólk, ekki bara komandi heilbrigðisstarfsmenn, heldur almennt fólk sem að fer út í samfélagið og vinnur við rannsóknir og nýsköpun og nýja tækni að þetta nær inn í háskólastigið og svo líka í skólastigin á undan ef út í það farið. Og þessi nýsköpunarvitund, nýsköpunarhugsun, hún þarf að vera miklu meiri stærri þáttur í háskólamenntun almennt. Og þá kannski ætlar þú að bæta við ykkur hugverkaréttindi sem væri líka hluti af þessu. Kannski bara örstutt hérna. Það er svona af ýmsu að taka. Það sem ég vil segja vegna þess að það hefur komið spurningar hérna frá Einari og líka frá Magnús Inga sem að snúa meðal annars að nýsköpun þá annars vegar, af hverju ekki keypt nýsköpun inn á spítalunum, af hverju ekki, og svo líka nýsköpun á hún að verða til innan spítalana. Ég meina þetta eru kannski tveir ólíkir hlutir, hvar nýsköpun getur orðið til innan spítala og utan spítala. En ég er svo sem ekki rétt að manneskjan til að fara nánar ofan í það, hvernig þessu málum hvernig þau eiga að vera. En mér langar bara að segja, mér finnst þetta samtalið í dag, mér finnst það svo gott og mér finnst líka þetta til fyrirmyndar stofnun Heilsukríu sem væntanlega bara hluti af Kríu og þessar 300 milljónir. Ég trúi ekki bara öðru en að þetta verði til góðs. Ég meina það eru margir hérna inni sem að hljóta að vera mjög ánægðir núna og hugsa næstu skref og ég meina þetta einhvers konar byrjun og þetta það sem við þurfum. Að því að þú varst að tala semst háskólasamfélagi líka, þá langar maður að nefna það að ég sagði að Ísland væri núna í 24. sæti á Global Innovation Index og hefði fallið minni mig 2 sæti. Það sem að kom meðal annars til þar og ástæðan fyrir því að við erum aðeins að falla að það skortir á við erum ekki með nógu marga aðila sem eru í þessum STEM-greinum og það eitthvað sem að bera að huga líka. Já, þetta var það. Má ég aðeins taka boltan? Ég held að þegar við erum að tala nýsköpun í heilbrigðiskerfinu þá held ég við séum stundum að tala aðeins mismunandi hluti og ég held að það er frábært að það sé farvegur fyrir bara hugmyndi sem að fólk á gólfinu og Landspítalanum eða einhverjur út í bæ fá og ef það er góður stuðningur og það er tenging við markaðinn eða aðila til þess að þróa lausnina með þá séum við að tryggja miklu betur að lausnin komist á markað. En ef að menn eru fá styrk og vinna einir út í horni og í einhvern tíma og koma svo með lausnina þá er miklu meiri hætta á þessu 38% sem að feila vegna þess að það er ekki áhugi. Og þetta er svona eitt af því sem að þarf dálítið að tala bara að þetta er ekki alveg sjálfgefið að allar hugmyndir endi í einhverju rosalega fínu sem fer í notkun allstaðar. Og ég held líka að það þarf að vera svona margar leiðir. Mér langar að tala aðeins það sem að Sveinbjörn talaði með þessa rannsóknar, þróunar, samstarf, heita það ekki? Nýsköpunarsamstarf, já. Sem er innkaupaleiðir í rauninni.
Og ég held að sko, ef við bara, því að við tölum nú hérna sögukerfið á hann, og það eru margar einingar þar sem eru orðnar gamlar, og við tökum bara dæmi að það þarf að endurgera núna ungbarnaverndar-einingu sem hafa haldið utan alla ungbarnavernd á Íslandi. Og það alveg hægt að gefa upp með það, bara eru einhver fyrirtæki sem hafa áhuga á því að þróa svona lausn til þess þá að fara með til annarra markaða, þróa þetta ofan á þess að færstaðla á þetta dót til að auðvelda að sé þetta færi þetta, ef að það eru fyrirtæki sem tækifæri í þessu, bjóða sig fram, og þá getur ríkið í rauninni, þegar opinbera, fengið kerfi sem jafnvel ódýrara, heldur en ef það þurft að bjóða það út bara og kaupa það og eiga það. Og það er líka möguleika því ef að kerfi kemst á markað erlendis, þá kemur fjármagn frá þeim markaði í þróun á kerfinu og þá fáum við miklu betra kerfi heldur en við ætlum eina frá að þróa eitthvað svona dót. Þannig að ég held að þurfum að hugsa þetta svona út frá mörgum ásum í rauninni hvernig hugmyndirnar byrja og hvernig við ætlum að standa að þessu. Svo er kannski sumt sem er bara ekkert rosalega mikið nýsköpun og það er samt að gera, að reka einhverja miðlæga innviði fyrir lífsæðlagátt eða einhverja svona hluti. Og það er kannski ekki einhver markaði fyrir það í öðrum löndum. Þannig að sumt þarf bara hið opinbera geta boðið út og unni bara sínum forsendum, en svo þarf þetta að vera svona róf á hvernig lausnirnar komast á stað. Er ég klára? Já. Sko, takk fyrir að taka þennan kyndil, þá þarf ég ekki að pæli því. En sko, Magnús og Einar, já að vita þetta, fyrir ekki það. Ok. Viðhorf gagnvart nýsköpun. Nýsköpunar, þekking, vitund og hæfi. Sko, ég er alveg sammála á því að sko, klínískt starfsfólk þurfi að hafa einhvers konar tækifæri að mennta sig upp í nýsköpun og því. En við verðum líka að horfa á eins og Alexander talar að núverandi staða, hún er ekki alveg dauðadæmd, sko. Það er að segja að við höfum burði með þáttöku pólitíkarinnar í ákvörðunum leiðtoga í stofnanakerfinu að horfa á vöruframboðið sem við bara höfum nú þegar í dag með séuvottun jafnvel. Það situr, og nú ætla ég að leiða mér eftir að tala eitthvað spesifískt dæmi, að viðskiptafræðingur út á gangi að gera augnskannagreiningar sem að kostar núverandi ferli einhver tíma og kostnað sem hægt er að leysa með hálftíma heimsókn einhvers staðar jafnvel á vinnustað. Þetta er mjög tabú umræða. Og ég ætla bara að segja það upphátt, tölum bara þetta á íslensku, ef við getum veitt heilbrigðisþjónustu hraðar með jafnvel ódýrari hætti, með gervigreind, spurjum hvort við ekki bara að prófa það. Það eru heilbrigðisstofnanir sem að þora því, það er bara ekki nóg margar. Hugrekki, getan og skuldbytting eru þessar kríteríur sem við verðum að einblína á og Magnús, Ingi og Míó og þau og Klag, þau eru líka að þjálfa mentora sem að geta starfað sem slíkir leiðbeinendur fyrir sprotaumhverfið. Ég sat hjá honum í gær og ég bara sitt eftir með opin augu og sé ekki nema tækifæri. Það eru spurninginni í efstu, það eru 2 í efstu röð og svo getum við eigum nokkar til viðbótar. Takk. Ég heiti Guðbjörg Halldórsdóttir og er geislafræðingur, útskrifast 1982, þannig að ég er ansi gamalreynd og búin að vera báð megin borðsins. Ég held að það sem að snýra þessu máli er náttúrulega að sjúklingar verði að fólki aftur og við þurfum að auka framleiðnina á spítulunum og það þarf bara að setja vaktir á, til dæmis á geisladeildinni, að nýta þessi fínu tæki sem við eigum, að þau séu ekki bara, 8-4. Við þurfum að fá fleira fólk, betri laun og bara meiri effektivitet. Þetta er það sem ég langar að koma á framfæri. Þetta er kannski ekki alveg gervigreind en þetta er svona til þess að auka þessa framleiðni og einnig að það þarf náttúrulega að laga þetta fráflæðisvandamál og gera fleiri aðgerðir, þetta gera aðgerðir af fólki fram eftir kvöldi og þess áttar. Bara hafði mikla þörf hjá mér að koma þessu frá mér. Takk fyrir. Frábært, takk. Og við erum svo með eina Sigrún hendi. Hæ, ég heiti Sigrún Helga Lund, ég er prófessor í tölfræði og ég ætla að þakka fyrir þennan frábæra fund í dag og ekki síst þessa æðislegu fyrirlesara sem voru í morgun. Og mér langar aðeins að tengja í hringa því að mér er svo minnistætt til dæmis hvað þau voru að tala hvað verið mikilvægt að hugsa út fyrir kassan, hugsa í sögnum en ekki nafnorðum
Og þetta kannski svolítið vandi að hvernig ætlum við að leyfa að vera með nýsköpun þar sem þú ert með alveg frjálsar hugmyndir ef það búið að skilgreina mig vantar þetta. Og mér finnst líka flott þar sem þau var að tala mikilvægi samtalsins og ég ætla bara svona að varpa þessu fram það að kannski þriðjungur nýsköpunarlausna hafi ekki enda neins staðar. Það þýðir ekki endilega að það hafi ekki verið góða lausnir. Þannig að ég ætla kannski að kasta til ykkar hvernig getum við allt þetta samtal. Áður en við byrjum að næsta spurning hérna kona í hvítu, en já, hver vill taka hennar bolta? Ef ég maður vil ég mjög gættan taka hennar bolta, vegna þess að ég held að það var einhver sem sagði þeirra áðan að það sem þetta snýst það þarf að snúast sjúklinginn. Og við förum að hugsa bara, fara úr sílónum og sérgreinunum og tæknilausnunum og hugsa bara í ferli sjúklinga, hugsa í samfellu í þjónustu hvernig upplifun sjúklinga milli heilsugæslunnar og heimsótti sérfræðiþjónustu og spítalans og einhvers staðar kannski annar staðar og með ein tæki. Þegar við tölum að skilgreina hver þörfin hvort sem það áhersla ríkisstjórnar eða stjórnarsáttmála eða þörf út af einhverju vaxandi þörf innan heilbrigðiskerfisins, þá erum við að segja að þarna ferlið sem þarf að skoða. Og í hverju ferli gífurlega mikið að tækifærum. Þannig að ég held að þetta mun bara efla þetta samtal, það mun ekki takmarka það, aðra góða lausnir munu rata inn, en kannski sjáum við svona betri heildarmynd á því hvernig við getum lagað upplifun sjúklinga þá í ákveðnum ferlum og þvert á heilbrigðiskerfið. Það slegist mig. Þetta besta spurningin í kvöld, einn dag segi ég. Bara við þarfa miðað nálgun pre-commercial hliðin. Við erum ekki að tala kröfur á því stigi og til þess punktalínan hönnuð að við erum að þróa þarfagreininguna fram að innkaupum. Þannig að commercial hliðin verði þá orðin að kröfum. Þetta rétt spurning. Takk. Það ekki annað mikilvægt. Það bara að bæta hans við. Nákvæmlega, tengt á þessu. Sko, þegar ég kenni stráknum mínum að hjóla og hann dettur í 3 skipti af 10. Þá segi ég ekki, já, þér mistókst. Myndi einhver segja það? Myndi enginn segja, já, þér mistókst. Þannig við þurfum aðeins að endurhugsa hvað við teljum vera mistök þegar við erum og sprota sérstaklega og í samstarfi, hvað við erum að reyna að gera. Við erum öll hérna inni að starfa á heilbrigðissviði, flest held ég. Og öll með það markmið að annarkvort að spara, gera auka öryggi sjúklinga eða hvað eina. Þannig að við erum svona aðeins að víra þetta. Aftur. Einhver er það? Já, ég taka þess. Já, ég ætlaði að því við eigum nú tölur sunda þessu. Þetta eru einhverja 50-60 lausnir sem ég sagði sem við tekið inn í undirnefnarflokk nýsköpunarsamstarf. Af þeim cirka helmingur lausnir sem að nýsköpunaraðilar koma og bjóða okkur sem eru upprunaðar utanfrá eins og nefndir. Af þeim höfum við hafnað cirka helming. 10 lausnir sem sagt bara við höfum ekki þörf fyrir þetta eða það ekki áhuga á þessu á spítalanum. Hinn helmingurinn á lausnarna, það segja cirka þá 25-30, eru lausnir sem eru valdar vegna þess að klínikina vantar þær. Klínikin biður að fá að prófa eða leita samstarfsaðila í því. Þannig að ég ekkert að sjá mikið af lausnir sem ekki þörf fyrir. Þær fá bara aldrei að komast inn á spítalanum. Sigga. Já, takk Sigrún, mjög góðu punktur og ábendingar og þegar við líka svara því að auðvitað stór hluti af nýsköpunar dæmd til að mistakast. Það bara liggur í eðli nýsköpunar, alveg eins og rannsóknastarf líka eitthvað, við erum alltaf að fara út á kantinn og það mun ekkert alltaf takast. Og við verðum, og þar þurfa líka kannski stjórnvöld að koma inn og til dæmis nýsköpunarsjóðurinn Kría sem að koma inn snemma til þess að taka áhættu með frumkvölum og sprotafyrirtækjum snemma í ferlinu, vitandi það að þetta talsverð áhætta. Þannig að við erum öll á því að það þarf að vera áhætta til staðar, hún þarf að vera leyfð, mistökin verða að vera til. En það sem við viljum komast hjá að það sé ófyrirséðir
regluverks hindranir eða ófyrirséð, sem sagt maður heyrir stundum líka að það hafi ekkert verið á hreinu hver ætti að gera hvað, hver á afurðina, eða hvað verður verkefnið síðan, og það svona hluti sem við viljum umgjörðin sé skýrari þegar að farið af stað með verkefni styrkt af hinu opinbera. Núna erum við að tala nýsköpun í heilbrigðiskerfinu og áherslur þar innan, en við megum náttúrulega alls ekki glemma því að það líka mjög mikilvægur stuðningur hins opinbera líka í það sem við kallum bottom-up rannsóknir og bottom-up nýsköpun. Og þá erum við ekki að fara inn á ákveðin svið, heldur að styðja það sem gert af góðum gæðum. Það styðja þær umsóknir sem eru sterkar, óháð verkefni. Bara örstutt, ég veit ekki hvort þið munið eftir glæðrónum mínum með flugstjóran og ég meina þó svo að hugurinn sé algjörlega einlægur og frábær, að ef fólk komið með einhverja vöru á markað og farið á markað á Íslandi og jafnvel í Evrópu með heilbrigðisupplýsingar, að þá náttúrulega fer flugstjóri ekki flugtak fyrir að tékklistin hefur verið yfirfarin, og það sama þarf bara að segja hér. Og þess vegna einhvers konar miðstöð sem hjálpar þeim sem eru minnstir ofsalega gott úrræði fyrir lítið samfélag. Af því að sum okkar erum bundin ákveðnu regluverki sem okkur ber að framfylgja. Og það alveg afskaplega leiðilegt að þurfa að framfylgja því með neikvæðum hætti. Þannig að bara að byrgja brunninn. Með eina og ég held þessu eigum svo eina spurningu og svo fyrir við að ljúka fundi. Fáum spurningu. Já, komið sæl. Ég heiti Elfur Logadóttir og ég ráðgjafi í tæknirétti. Ég lögfræðingur að mennt og svona svolítið tækniþekkingu. Mér langar fyrst að byrja að þakka ráðherrum fyrir að sitja með okkur í dag og skipuleggja þessa ráðstefnu og það allt saman, en allir fyrirlestarnir eru búin ótrúlega áhugaverðir. Mér langar sérstaklega kannski að byrja á því að grípa það sem Helga sagði núna allra síðast. Gátlistinn skiptir ótrúlega miklu máli. Ég er sérfræðingur í gátlistum, ef þið viljið þetta. En það sem skiptir miklu máli er að byrja snemma að hugsa rétt. EHR-staðlarnir skipta máli, FIRE-staðlar, þetta staðla umhverfið að vinna rétt frá upphafi, það er það besta sem þið öll í nýsköpun getur gert fyrir ykkar business. Og þá skiptir engum máli hvort að helgarnir vera leiðilega eða skemmtilega eða góðskap eða vondurskap eða taka jákvæðar eða neikvæðar ákvarðanir, það auka þetta í málinu. Ef að þið sem eruð að skapa lausnirnar hugsið að staðlað umhverfi, reglur og kröfur það besta sem þið gerir fyrir ykkar business. Þannig að mér langaði bara aðeins að koma með þetta innlegg á sama tíma og ég þakka öllum sem hafa tekið þátt í dag. Við erum frábærar hugmyndir, frábærar umræður og ég hlakka til áframhaldandi samtals nákvæmlega þetta. Takk. Við erum með eina spurningu megin. Já, gefum gott klapp. Ef það á meðan mikrofóninn að ferðast yfir salinn, ef það einhver sem myndi vilja bregðast við þessu. Ég kannski ætla að fá að grípa bara ferðatíman á mikrofónunum. Því ég fekk nú ekki að svara áðan. Ég held að við þurfum líka að tala þó við séum kannski með að tala nýsköpun, að fyrirtækin þurfum líka að tala bara opinbera nýsköpun, sem að gerð á forsendum hins opinbera. Ég lýsti áðan hvernig verður að bjóða út eða fara í þetta samstarf og allt þetta. En stundum, eins og ég sagði, það væru kannski lausnirnar ekki svona einhver markaður endilega fyrir þær. Og mér langaði kannski bara aðeins að nefna, það var að tala í morgun svona að hanna með fólkinu og ekki hanna fyrir fólki og þetta. Það alveg verkefni sem verið að vinna á þennan hátt í heilbrigðiskerfinu, þó að sé ekki verið að vinna það með einhverju sprotafyrirtæki út í bæ og þannig. Þannig að mér finnst bara Mér finnst mikilvægt að eins og flestum verkefni sem við hjá MRH erum með, þar eru notendahópar og það unnið í prótótípum og það verið að teikna upp hvernig lausnirnar eru á pappír og í alls konar skissuformi og svo búið til einhver Figma-dæmi sem einhverju forritar að fá svo og forrita eftir okkar tenning. Þannig að það margir aðilar að vinna á þennan hátt. Þetta var svona ég veit ekki, ég vildi bara ekki að þið færu út með þá hugmyndingu en það væri bara, þetta væri eitthvað rosalega nýtt og það væri bara ekkert að vinna svona. Það ekki alveg þannig og kannski bara nefna
heilsueflandi móttökur sem að vinna heilmikið verkefni þar sem að nota reynslun úr COVID og svona einstaklingsmiða nálgun gagnvart sjúklingnum og nota gervigreind og gera alls konar hluti í svoleiðis verkefni. Það hefði eftir þetta málþing eða þessa ráðstefnu þá hefði ég viljað fara með þetta verkefni í svona þróunar samstarfsdæmi en það aðeins svo seint núna, þetta unnið að verktaka innan rammasamnings hjá okkur en það ýmislegt svona sem að ég þarf aðeins að huga að líka. Ég held að það sé ágætt. Þetta var mjög gott sem kom fram hjá þér, Elfur, og það þetta með hennan checklista og það flugstjórinn sem að þarf að gæta öllu áður en að fer á stað. Að ég held að það sé eitt sem að gæti komið út og Hugverkastofan hefur gjarnan talað það að hún sé hlekkur í keðju nýsköpunar. Að ég held að sé ágætt að hafa einhvern svona lista þar sem að fólk, þetta getur verið frumskógur, bara viti hvert á að leita, hvert það þarf að leita og hvar það væri gott að leita, hvert væri gott að leita. Þannig að ég held að það sé eitt. Ég ætla aðeins að fá að bæta við, tengist þér. Stundum, og þér líka, að stundum getur það líka verið ákveðin hjá sprotafyrirtæki að fara ákveðna leið, að uppfylla ákveðna staðla og kannski hærri kröfur heldur en þarf, því svo koma útboð og þar eru einhverjar ákveðnar kröfur sem eru gerðu til öryggis eða gagnaöryggis eða hvað það og þá þú, sem sprotafyrirtæki eða fyrirtæki, í betri stöðu heldur en aðrir. En það þurfa samt allir að gera sér grein fyrir því og sprotafyrirtæki náttúrulega sérstaklega að þetta tekur meiri tíma og getur sagt leiðilegra, en þetta getur haft svona góð svona samkeppnisáhrif að þú bara með vöru sem hún getur verið verri heldur en önnur vara. Það ekki það, en hún bara uppfyllir meiri kröfur og á þar að leiðandi betri innleið inn í heilbrigðiskerfið. Já, örstuð frá Helgu, svo Sigga og svo örstuð frá Borgildi. Ég langar bara rétt þá að minna á þetta með fjárfestana, að þið laðið að fjárfesta með því að hafa checklistan í lagi. Takk, í rauninni þá sagðirðu orðið mitt, það eiginlega samkeppnisforskot, þetta það sem bara Evrópa talar að þau fyrirtæki sem vernda gögnin betur heldur en önnur, það algjört samkeppnisforskot á markaði í dag. Þannig að svo kallar vinn-vinn. Siggi. Já, bara örstuð bæta á þessum Ingi-Steinar var að tala að þegar ég að tala með 50-60 nýsköpunarverkefni þá erum við að tala þessi samstarfsverkefni við sprota. Inn á spítalanum gríðal mikinn önnur nýsköpun í gangi með klínísku starfsfólki og öðru starfsfólki sem að við hefum verið þokkalega duglega að segja frá og þar eflaust álíkumörg verkefni þar eða fleiri. Þá höfum við tíma fyrir eina spurningu viðbót, síðasta spurningin, hafa hana góða, gjör svo vel. Engin pressa. Kristinn Gylfason heiti ég, starfa sem ráðgjafi, ekkert ólíkt Elfur kannski. Spurningin mín eiginlega byggð á því sem Sigurður búinn að tala fjölda verkefna en áður en ég kem henni, þá vil ég segja ég vona að ráðherrarnir séu þá sammála það sem að heilsukría á að fjármagna verði þá tekið til notkunar í praxís. Þetta hefur verið heilsumiðaðar lausnir að ráðherrarnir tali þá saman eða ráðuneytin það að það verði gert þannig. Ég veit ekki hvernig kröfunar það ekki komnar en ég vona að það verði þannig. Mér langar að beina spurningu til Sigurðar frá Landspítala. Þú talaðir 50-60 verkefni nýsköpunarverkefni sem unnin með aðilum. Mér langar að forvitnast hversu mikið fjármagn hefur Landspítalinn sett í þetta í tvennulegi, annars vegar innan Landspítalans og svo hins vegar kaup á þjónustu og hugmyndum og vörum frá öðrum. Og eru þessi kaup á verðlistaverðum utanakomandi eða þetta alltaf gert af því að það ákveðin svona innan einhverja gæsalappa í bransanum heiður að vinna með Landspítalanum? Já, þetta frábær spurning. Svara þessu síðasta fyrst, við njótum þess að Byrgjar og samstarfsaðilar almennt eru okkur mjög hliðhollir og við fáum alltaf bestu verð. En annars hvernig þetta fjármagna, þetta kannski og hvað þetta mikil peningur. Á þessu ári voru settar 50 milljónir í kaup á nýsköpunar samstarfslausnum. Í fyrra ætli það ekki verið cirka, það eitthvað minna, 30-ish, eitthvað svoleiðis. Þessi peningur, þessar lausnir eru bæði innlendar og erlendar.
Ég nú ekki með tölunar, sé ekki cirka 50-50. En til viðbótar þessu þá höfum við verið duglega að sækja styrki í fléttuna, skerf og aðra innlenda styrki og þar hefur við fengið sennilega álíka háa upphæð og við fjárfæstu sjálf í þessu verkefnum. En þetta allt saman til allir þessi peningar digitræðilega, þetta ekki þessu til innri. Bara eitt varandi það sem sagði fyrst að heilsukría skuldbindi sig til þess að nota það sem fjárfest í. Sko, ég ætla bara að tróða mér á fyrsta fund með kríu það að skilgreina þá með þessum góða hópi þessa áskorun sem við þurfum að leysa. En eðli þess sem að ég heyri kríu ætla að standa fyrir í heilsunni byggir bara á að geta allavega prófað og það verða að vera árangurstengdar vörður alveg upp á því að prótótípan komist inn í ákveði klass innan MDR eða hvaða regluverki sem þarf að uppfylla. Og það að fyrirgefa einhverjum sem næri ekki vörðunni, ég talað að mistökin gerast eða árangur ekki alltaf náð, það svolítið endurgefin sem ég tek sem viðbót í þessu umræðu. Að við getum ekki sagt við munum nota þetta sem fyrir fyrsta styrkin, en við munum segja honum hvað hann þarf að gera til þess að ná þangað. Ok, Sigga og svo Svava. Já. Það ekki ánægð með þetta svar? Já, ég kannski bæði það. Já, sammála skuldbinding, punktur. Já, ég sammála því. Já, ég kannski bara bæta við varðandi heilsukríuna. Ég held einmitt eins og þú segir, við getum náttúrulega ekki staðið hér og nú og sagt að það sem að fær stuðning úr kríu mun fara beint til Sveinbjarnar og í innkaup. En þarna þurfum við, samtalið þarf einmitt að eiga sér stað milli nýsköpunarsjóðsins kríu og fjársýslunar og þeirra sem tilþekkja til þess að auka líkurnar á að þetta rati inn í innkaupakerfi spítalans. Og það akkúrat það sem við viljum ná. Og þarna erum við meðal annars að læra því að Siggi nefndi bæði fléttuna og skerf að þarna hefur verið mikilvægur styrkir frá henni opinbera að fara inn í opinberu innkaup og nýsköpun. En við oft rekum við okkur líka á að akkurat þessi styrkir hafa verið að stoppa á meiri leið út af einhverjum tæknilegum flækjum. Og það það sem við viljum losna við til þess að þetta fljúi miklu hraðar og hærra. Svo ætla ég líka líka hans inn á þetta í bæði norrænu samstarfi og í alþjóðlegu samstarfi. Þar náttúrulega líka mikil áhersla notið á opinber innkaup og nýsköpun í opinberum innkaupum og þar held ég að við getum líka nýtt okkur ennþá betur það netverk sem þar til staðar. Svava, þú ert loka orðin. Já, takk. Ég ætlaði nú bara að bæta við. Þetta þarf nú bara líka að vera sanngjarnt fyrir alla. Svona í lokdags þá erum við öll með sama markmiði. Við ætlum að bæta upplifun sjúklinga og heilbrigðisstarfs og bæta heilbrigðiskerfið. Ef að verkefni nú heppið til þess að fá úthlutað úr svona sjóð og þá mun að fá framgang í að fá prófun og fara af stað. En það þýðir kannski ekki að það sé rétta lausnin. Og það þarf að vera svigrúm til þess að gefa endurgjöf. Vonandi endar það þannig að það eru innkaup. En ef það endar ekki þannig, ef það hreinlega hentar ekki, þá þarf að vera til staðar einhver endurgjöf fyrir fyrirtæki. Þetta ástæðan fyrir að gekk ekki. Hvort sem það eru vörðurnar eða bara endurgjöf, en þetta þarf að skilgreina mjög vel í upphafi. Hver eru vörðurnar, árangursmælar, hvernig vitum við hvernig árangur lítur út. Þannig að það verður bara gaman að byggja þetta upp. Gott mál. Ég ætla þá að þakka panelnum fyrir sína þáttöku, ráðherrunum góðu og ykkur áhorfendum fyrir að vera með okkur í dag. Það eru veitingar og hressing fyrir utan, dokið endilega við. En takk fyrir daginn í dag.